Góðan daginn og verið velkomin í beina útsendingu úr skautahöllin á Akureyri. Senn fer að hefjast þriðji leikur í úrslitaeinvígi SA og SR Íslandsmeistaratitilinn. Ég heiti Kristján Sturluson og með mér hér í dag er Silvía Björgvinsdóttir. Silvía, hvernig líst þér á leikinn? Senn fer að hefjast. Þetta er ekkert eðlilega spennandi og það getur allt gerst. Bæði lið eru með sína bestu leikmenn og maður bara finnur það núna hérna í höllinni að bæði lið vilja þetta alveg hrikalega mikið. Já, ég tek undir það. Bæði lið gera eina breytingu frá seinasta leik. Hjá heimamönnum í SA fer út Ágúst Máni Ágústsson og í hans stað kemur Andri Þór Skúlason. Gunnlaugur Þorsteinsson í liði SR sem var frá vegna meiðsla í seinasta leik. Hann er kominn aftur, búinn að ná sér og út fer hinn ungi og bráðefnilegi Helgi Bjarnason. Þannig að bæði lið eru með sínu sterkustu lið hér í dag. Já, ég held að hér getum við búist við bara miklum hita, miklum hraða og bara geðveikum leik. Þetta er alltaf eins og það er þriðji leikur í úrslitum og það getur allt gerst og núna skiptir alveg heilmiklu máli að ná forystunni í þessu einvígi. Það er bara að duga að drepast. Það er að duga að drepast. Þetta er búin að vera mjög spennandi leikir hingað til. Og við bara krossum fingur og vonum að fáum enn einn háspennu leikinn. Klálega. Nú er dómarinn að gera sér tilbúna. Rétt að minnast á það að dómarar í dag eru þeir Óli Þór Gunnarsson og Sindri Gunnarsson og þeim til aðstoðar eru þeir Sæmundur Leifsson og Dúi Ólafsson. Það er svo mikill hiti í húsinu að brunabjallan er farin í gang. Það er bara svoleiðis. Já, hérna hér. Það er spurning hvort við þurfum öll að víkja þá bara núna. Já, það er að kæla þetta niður. Þetta er alltaf hressandi. Já. Taka svona sviðskrekkin úr mönnum fyrir leik. Já, það er náttúrulega ekki allt búin að fara eins og við viljum í dag. SR-ingarnir, þau voru, hvað að segja, viðteftir allan að fastir á leiðinni. Já, þeir lentu heldur betur í hremmingum á leiðinni norður en eru sem betur fyrir komnir heilir og höldi hingar norður yfir heiðar. Og ég vissum að þessar hrakningar hefur eftir að þjappa bara enn meira saman. Já, klálega. Það er sem að gerist. Nú fer allt að vera klárt. Og segjum við bara góða skemmtun. SR-ingar vinna þetta uppkast og byrja sitt uppspil. Nei, heyrðu, gleyma hana leikmannum á bláu línunni. Það er svona eins og má búast við, bæði lið að finna fyrir bekkinum, finna fyrir oppunni. Já, að reyna að finna samherja, finnur Orra. Orri missir kilvuna hana, skilur hann eftir. Gott blokk hjá Petri með Gunnar. bökkinn. Axel var ekki langt frá því að taka reboundið þarna. Arnar týnir pekkinu með aðeins í milli lappana. SR-ingar róa þetta niður. Þetta náttúrulega getur reynst SA-mönnum mjög hættulegt uppspili hjá SR-ingunum. Þeir reyna að ýta varnarmönnum eins langt blálínu að geta og finna ísinn í miðjunni. Þegar þeim tekst þeim þetta vel. Það er gett að taka því að SA-ingar eru með drullu sterka varnarmenn sem að stoppa nánast allt. SR reyna að byggja spil, tekst ekki. Og það er æsing. Það er nú sagt að Unni hefði verið fyrstur í þennan pökk. En dómarinn dæmir. Og hefur vist alltaf rétt fyrir sér. Já, það virðist vera. Allan í þeirri bók. Já. Að fá uppkast í varnarsvæði SA-inga. Það er hann Unnar Rúnarsson sem tekur það. SR heldur pekkinu minni.
Gengur illa hjá SA að svona ná takti og ná að byggja upp spil. Já. Smá sviðskrekkur kannski í byrjun. Já, það er alltaf erfitt að spila fyrir framan tróðfulla stúku. Mér sýnist að... Og hvað þá þegar brunakerfi fyrir í gang? Já, mér sýnist að það sé ekki eitt laust sæti í stúkunni. Svona viljum við hafa þetta. Já. Ingvar ætlar að reyna að kenna dómarnum. Hann tala um eitthvað leiðbina. Já. Það er nú mikil reynslega þeim manni. Heldur betur. Halldór nær að halda sinni, skjótur markið en Toggi nær að verja þetta. Heiðar fær hann hér, speklar hann á Birki. Felix með pökkinn. Flott sending. En þarna var enginn. Þannig var rangur minnskilningur. Já, þetta var nú flott spilað. Það er loka sendingin sem var klúður og salla. Þannig voru búin að ná að draga í sig pressuna hjá SR-ingunum en loka sendingin, hún hafði úrslita ákvæði við þetta. Nú fyrir Gunni á rás. Settur að haffa. Fær hann aftur. Fær hann tilbaka. Orri pikkar hann upp. Barningur í horninu, Andri með skot. Það þröngt færi þarna. Það var mjög góð tilraun samt. Það var opið þarna hjá honum. Þessi hefði getað dottið inn. Þessi er að byggja upp spil. Gunni fær pökkinn, sendur hann. Og pökkur laus! Nei! Pökkur laus, heyrðu. Og við fáum smá barningarna. Hafþór Mári tekinn hann á hálstaki fyrir framan markið. Dómarinn er fljótur að róa hlutina niður. Þarna voru SR-ingunum helviti nálægt að koma á pekkinum í markið. Gott skot og hérna frákast laus pökkur. Já. Ég myndi nú giska að þetta verði uppleggi hjá SA-mönnum að koma nú á marki og pikka upp frákastinn. Það er ekki ósennilegt. Það er vitað það að Jóhann Björgvin er náttúrulega mjög góður í markinu og frábær markmaður. Hávaxinn og er erfitt að skora á þannig markmenn. Og hann er búinn að eiga bara mjög góða leiki í þessu úrslita einvígi en SA fundu leið til þess að koma pekkinu fram hjá honum í seinasta leik og spurning hvort þeir haldi áfram. Akkurat. Svo er SR-ingar að byggja hér upp sókn en fá að dæmda á sér rangstöðu. Þetta fer svona tiltölulega rólega af stað, svona smá stöðubarátta. Já. SR-ingar taka þetta uppkast, komin djúpt inn í svæðið. Pressa á SA, þeir ná að koma út úr svæðinu. Arnar með pökkinn. Róar þetta niður. Þetta er mjög gott spil hjá SA-mönnum núna. Það er að reyna að senda sig í gegnum það. Menn fari ekki í gegnum Filip, það er nokkuð ljóst. Ég held að það sé aðeins erfiðara en að segja. Já. Markus fær hann inn upp á bláu. Birki nær að stela honum en Kári réttur maður réttur stað þarna, stoppar hann. Róbert kemur hann út úr svæðinu. Birkir missir hann. Gulli bara skóplar hann í svæði, já.
Skoppar hann hjá Unna, komin út úr svæðinu. Hvað gerir Birkir? Frábær vörð þarna. Blokk hjá... Sá nú ekki hver það var? Var þetta ekki Otuma? Sýndist það? Jú, Otuma. Það er æsing, við vorum að bíða eftir staðfestingunni. Þá mega þessi leikmenn ekki skipta, það verða að vera inn á ísnum. Þá er Mattías komin í uppkastið á móti Sölva. Sölvi með Axel fyrir að nátta sig. Andri Skúla nær honum. Sendur hann Unna Blöndal. Hann reynir að finna Matta. Andri Sverris mættir djúpt. Það tekur smá bylti hana með hann. Petur eltir Gunna. Ótrúlega öflugur leikmaður og hann vinnur pakkinn. Kemur hann fyrir og Gulli með gott skot sem að Jakob er í markinu. Það beint í bumbuna. Því miður þá er ekki þetta að skjóta í gegnum kviðinn á markmanninum. Hann er sá stærstur þar. Já. Á bumbuna. Bumbuskott, þau geta nú verið erfið samt. Það þarf að verja þau eins og önnur. Já. Orri nær að koma pekkinum á. Jóa. Dómararnir kalla að spila. Jói pressar. Andri nær honum með skot. Gunni nær honum, heldur honum inni. Haffi var að reyna að finna samherju þarna. Jói pressar. Smá barningur hérna upp við ramman. Og SR-ingarnir með flotta sendingu. Ólafur fær hann hér. Reynir að hrista Gunni af sér, það tekst ekki. Þarna var hann alveg einn á móti tveimur SR-ingum. Það getur erfitt að koma pekkinum djúpt á. Ná Kári næstu búinn að missa hann. Þeir byrja bara aftur. Bjarki kemur hann hérna á Gulla. Gulli speklar hann á Pétur. Þetta mátti litlu munna. Flott sending fyrir, býttu. Unnar sýnir gæði þarna, nær pekkinum. Róbert vildi fá hann, fekk hann. Atli heldur þessu inni. Reynir að finna samherja, en býður nú við. Baltasar mættur, Unnar með hann. Þarna Já. var Unnar nálægt í að finna Róbert Hafberg aleinn í krísunni. Það er í slottinu segi ég. SR er að koma út úr svæðinu. Atli er með hann. Kemur hann með Arnar. Arnar finnur ekki samherja, en SA haldi honum í svæðinu. Bergþór Bjarmi mættur. Matti nálægt í að ná honum þarna. Flott pressa hjá SA í sóknarsvæðinu. Það er að passa rangstöðuna. Bjarki er að finna Ævar í liði SR. Og SR-ingar róa þetta nú niður. Hann tekur Bjarmi og kennir honum lexíu. Þetta lærir hann í sveitinni, Bergþór Bjarmi. Það var ekki hægt að segja að hann sé hávaxinn, en hann er nú eins og skriðdreki inn á ísnum þegar hann fyrir tæklingar. Heldur betur og lætur finna fyrir sér. Klálega. Óhræddur við að fara í tæklingar. Já. Spila mjög líkamlegt hockey. Þá fáum við uppkast í sóknarsvæði SA. SR-ingarnir vinna uppkastið. SA heldur honum í sóknarsvæðinu. Haffi nær að snúa hann af sér. Finnur Orra Blöndal. Flott skot hjá Orra. Við sáum að Jói var mættur hann í frákastið. Já. Frákastið datt vitlausa megin þarna.
Gunni kallaði á Jóa, vildi fá pökkinn. Essa gerir skiptingu. Gunnar setur hann djúpt. Og býður nú við. Það var æsing. Það æsing. Hann var nokkrum sentimetrum frá rauðilínu þarna. Já. Það er 9,5 mínútur búin að leiknum og það er ennþá 0-0. Það búið að vera tiltölulega rólegt. Já. Bæði fyrstu og annar leikur byrjuðu aðeins hraðar. Já. En að þau kom inn í þriðja leik þá er komin þreyta í lappirnar og það er rosalegt leikhjálag í úrslitunum. Heldur betur. Bara einn dagur á milli og maður þarf að vera mjög klákur að halda sér góðum og vera með gott recovery á milli. Petir reyndi þarna að finna samherju í horninu. Gunnar stoppar þetta. Virðist fá eitthvað í andlitið. Býður nú við. Bökkurinn fer út á sæðinu. Alveg magnaður leikmaður hann Petir. Já, hann er alveg rosalega góður og frábær liðsauki fyrir skautafélag Reykjavíkur. Og hefur hennan ótrúlega hæfileika að vera alltaf réttur maður á réttum stað. Já, svo náttúrulega er hann alveg rosalega sterkur. Já. Og spurning hvort að Essa hafi fundið einhverja lausn til hvernig á að stoppa hann. Akkurat. Búin að vera að reyna að finna það í allan vetur. Það er smá stuðubaráttu hérna. Já. Essa, já, þeir ná að hreinsa. Halda nær honum. Uni eftir pökkinn. Finnst Þorgils verið til varnar. Hann kemur honum út. Og er þetta ekki æsing? Nei. Kári fyrstur í pökkinn. Jakob nær honum. Róar þetta niður. Þetta var svona hálffæri. Pökkurinn kom óvænt fyrir markið. En Jakob vel á verði. Það væri nú gaman að fá svona eitt mark í hennar leik núna. Að fá smá meira, meiri hita í þetta. Já, það er nú elsti frasinn í bókinni að mörk breyta leikjum. Þannig að við fáum mark þá er ég vissum að fáum meira tempó. Klálega. Orri reynir að finna Hafþór. Gunni nær þessum pekki. Og Jói með hann. Rennur, nær skotinu, hátt yfir. Þetta hefði nú verið mark í bókina. Skora á hnjánum. Orri að reyna að finna samherja, tekst ekki. Jói eru fyrstur í þennan pökk. Gulli pressar. Jói skeiðar fram. Þetta er listilega vel gert og góð mark! Jóhann Már Leifsson! Þessi náungi, hann er galdramaður með pökkinn. Hann er ótrúlegur. Hann lætur þetta lítið út fyrir að vera svo auðvelt. Hann býr yfir svo miklum gæðum. Þetta var rosalega einstaklingsgæði sem hann fekk þetta mark. Og hann er nýbúinn að tala um þetta. Akkurat, við vorum að kalla eftir marki. Þá skeiðar Jói fram og setur eitt. Spurning hvort við fengum endursing á þessu. Hann gerði þetta líka í seinasta leik. Tekur hana, tódrakar hann. Já, sjáum þetta endursýningu. Þarna kemur þetta. Tódrak. Og svo bara leir honum gegnum Jóhann Björgvin. Já, eins og ég sagði, þetta lítur út fyrir auðvelt, en þetta er rosalega flókið. Nú verður gaman að sjá hvernig SR-ingar bregðast við. Það er gaman að heyra að Stúkan tók aðeins við sig núna. Já, heldur betur. Ormur nær í pökkinn. Gengur illa að losa sig við hann. Það reynar að finna Ævar þarna, en hann er Essa nær að hreinsa út á svæðinu. Þeir hendi skiptingu. Sölvi með hann hérna. Finnur Ævar og Ævar. Nei, hann er ekki skotinu. Fær þetta skot í sig. Orri veður fram en Þorgils fyrir í hann.
talaði einmitt við Gunna eftir fyrsta leikinn þar sem hann talaði hann ætlaði að blokka fleiri skot. Já. Hann nú sannarlega búinn að gera það. Jói aftur með hann. Vel varið hjá Jóhanni. Þarna mátti litlu muna. Það var gott frákast þarna en S-ringur var fyrstur að ná í pökkinn. Axel með hann. Það byrja S að byggja sóknina sína. Fær Axel pökkinn, já. Hann keyrir inn. Vel gert. Hörðu! Þvílík varsla. Þetta var ótrúlega varsla. Mér sýndist hann heila bara hafa dottið inn en Jakob vel á verðu á varðan. Þetta var hörku færi. Þetta var rosalega. Og nánast upp úr engu. Já. Og Essa með skot, Róbert með gott skot. Essan að halda pressunni áfram. Núna er leikurinn farin að spila svona aðeins öðruvísi. Heldur betur. Það er rosalega fram og tilbaka og mörg breytaleikjum. Essa er einhvern veginn að róta niður. Þetta var lúmsk sending hérna. Setur Ingvar og reynir að finna Birki þarna. Sá hann koma inn. Þarna reyndi Ingvar að finna Una sem var við það að sleppa í gegn. Ingvar setur hann djúpt. Unni fyrstur í pressuna. Jóhann klókur þarna. Sér hvað hann er að koma og setur hann bara í hinn áttina. Unni vinnur hann, finnur samherja, finnur Heiðar með skot. Vel varið hjá Jóhanni. Jóhann búinn að taka 2-3 hörkuvörstur hérna. Þá erum við komin í hinn endan. Arna með góðan varnarleik þarna. Kári ætlar að smeygja hann í gegnum lappina á honum. Akkurat, þarna mátti litlu munna. Arna skóplar hann fram. Kári nú annar leikmaður sem að getur líka galdrað eitthvað upp úr neinu. Alveg rosaleg gæði í honum. Og hann setti nú þrennu í fyrsta leik. Já, það var nú alveg ótrúlegt. Það var maður sem var alltaf á réttu stað, bara datt alltaf inn. Heldur betur. Gulli nær honum. En Essa vinnur hann aftur, kom honum út úr svæðinu. Allir með rosa góða kilfu þarna. Arnar kemur um djúpt. Smá svona stuðu bara á augnablikinu. Það býður nú við. Nú skil ég ekki alveg. Já. Það er æsing. Mér sýndist hann vera komin yfir rauðlínuna en Já. það er kannski ekki með nógu gott útsýni hérna. Nei. Essa vinnur uppkastið. Endur á Róberti. Þeir keppast pökkinn. Baltasar, hann var hann ágæta byltu. Felix. Þarna tók Felix Baltasar bara í smá kennslustund. Nei, fyrir ekki Filip, við ruglum þeim saman. Já, Filip Felix. Filip Felix. Skapti og Skapti. Gunni nálægt því að finna Jóa þarna. Haffi fær hann. Setur hann Orra. Þarna var smá samskiptaleysi. En Jóa enda með hann. Sendur hann á. Finnur Haffa. Aftur. Þetta var flott spil hjá Essa. Frábært spil. Það er spurning hvort að Haffi hefði bara átt að skjóta á markið þarna. Já. En Essa heldur pressuna áfram. Það var Jói með pökkinn. Hann var hringt niður en hann er fljótur upp á fæturnar. Gunni nær honum, já. Finnur Haffa fyrir aftan markið. Haffi í smá glímu þarna. Láta finna fyrir sér. Orri heldur honum inni. Nei. En Essa heldur pökknum. Þeir róa þetta niður. Góð pressa þarna hjá Styrmi. Ára Sæingar komin aftur í sókn. Birkir að reyna að finna Heiðar þarna, tókst ekki. Þá sækja Esser hérna hratt. Þessi var bara rétt framhjá.
Ingvar reynir að finna Samherja, tekst ekki. Kári með hann hérna, finnur Gulla, Gulli yfir og wow, hvílík varsla hjá Jakobi. Þetta var sko dauðafæri. Sýndist þarna Ólafur vera einn og óvaldaður fyrir fram að markið. Frábært spil hjá SR. Þarna Hvað gerir Unir núna? Hann bara skýtur. Það var lúmst skot þarna. Laumar hann á markið. Fer síðan í Gunnar að skiptingu. pressa. Vel gert hjá Atla að vinna pökkinn þarna. Kemur hann djúpt. Það beinti Kilvi á. Unir reynir að taka hann í fyrsta þarna. SR ná að koma út úr svæðinu. Þannig Arnar vinnur hann. Arnar skeiðar hérna niður. Flott pressa hjá Haffa. Finnur ekki Samherja. Gunni skýtur hann í bakið á Haffa. Það getur nú ekki verið þægilegt. Barningur hérna. Andri aðeins að klappa þeim. Já. Hvað gerir Jói núna? Hann reynir þetta aftur. Þeir láta hann ekki fiska plata sér sig róa. tvísvar. Vel gert hjá Andra. Hann var komið það niður á hnén en kom honum. Finna Sölva. Fekk hann í löppina þarna. Tvær og 20 eftir af fyrsta leikluta. Staðan 1-0 fyrir SA. Heyrðu, Axel! Axel með fínt skot hérna. Hefði viljað hitta ramman að sjálfsögðu. Róbert Hafberg skeiðir þetta fram með skot. Vel varið hjá Jóhann í markinu. Mjög gott skot. Nú opnast hurðin. Það þarf að stoppa leikinn. Sýnist nú ljósmyndar að það vera full aðgangsherrir hérna. Já. Ætluðu bara inn á völlin. Þetta var mjög flott skot hjá Róbert. Hann sá að hver var það? Baltasar var með sér. Skýtur bara í púðan og reynir að koma honum þannig á liðsfélaga. Ná markmanni niður og fá gott frákast. Það var mjög klókt og hann mátti litlu muna. Hann hafði dottið fyrir hann hana. Vinnur S aukastið. Styrmir blokkar þetta skot. S-eringur er mjög klárir í að blokka skotin hjá S-mönnum. Já, þeir hafa verið mjög öflugur í því í þessari seríu að blokka skot, heldur betur. Ég er ekki með tölu á því en þetta er örugglega komið í 3 stafa tölu myndi ég giska á. Þeir allavega nálgast það. Já. 1,5 eftir hérna í fyrstu lotu. Ingvar nær að glíma pökkinn hann á honum. Halldór með hann, ráfar þetta niður. Finnur Birki. Birki pressar á Bjarka. Þarna er Halldór fyrstur. Halldór, vel gert. Dettur fyrir hann. Hvað gerir Halldór? Reynir að finna Samherja. Smá barningur hann hjá Samherjum, hjá SR hann fyrir fram á markið. Gunni pressar vel. Kemur Jói og hann neglir honum fram hjá markinu. Hann skýtur aftur. Gunni var hann einn óvaldar fyrir fram á markið. Núna má sjá að Jói, hann er bara fullur sjálfstraust. Þarna mátti litlu mun og Gunni með gott skot sem að hérna Jói reyndi að stýra inn. Þeir halda pressunni áfram. Já, það má sjá að Jói, hann er með rosalega mikið sjálfstraust núna og það er einmitt það sem að vill að hann hafi. Hann bara takir sér skot. Hurðin opnast aftur. Já. Það er bara að loka henni. Það er æsing. 16,5 sekúnd eftir að fyrstu lotu. Við erum heldur betur búin að fá núna seinustu 10 mínútur færi á báða bóa og hérna bæði lið bara nálægt í að skora. Já, það er búið að vera bara dauðafæri eftir dauðafæri núna í 10 mínútur og það er einmitt eins og við viljum hafa svo úrslitaleiki. Heldur betur. Bara báði markmenn að sína mikil gæði í öllu vörslunum sínum.
Enda þetta báðir tveir landsliðsmarkmenn. Það setja bara dekk fyrir hurðina, það opnast hún ekki. Spurning hvort það virki. 10 sekúndur eftir. SA pressa. Róbert vinnur pökkinn, reynir að fá hann fyrir. Reyndi að finna samherja. Klárast lotan. Á líkur fyrstu lotu. SA leiðir 1-0. Hvað fannst þér í þessu lotu? Þetta byrjaði rólega eins og við komum inn á. Já. Við kölluðum eftir marki sem við fengum. Þá svona jókst tempóið og þá fórum við að sjá fleiri færi. Þannig ég held að þetta verði bara haldið svona áfram. Já, klálega. Heldur betur. Heldur betur. En annars ætlum við að taka okkur smá pásu og við sjáumst þá bara eftir 15 mínútur. Við styðjum við bakið á íþróttum land allt. Bílaleiga Akureyrar. Áttu eld? Eldstafir. Fyrir frjálsa, óháða Íslendinga. Jag älskar ishockey. Jag lubię hockey. We love hockey. I'm a hockey. Мы любим хоккей. Я älskar hockey. Ich liebe hockey. Come play. Я добавила. Kommer vara med. En entrenar. Вы с нами. Займет. Vere med.
Við styðjum við bakið á íþróttum land allt. Bílaleiga Akureyrar.
þriðja leik Önnur leikluta. Þarna sjáum við að Dúi dómari, hann var kominn með sópinn á ísinn. Það þurfti eitthvað að sópa vatnið hana fyrir framann Jóhann Björgvin. Tók sér helviti vel út í því. Það væri gaman að sjá hann sópa oftar. Allan að segir Heiðrún konan hans það. En þá er bara víst engu eftir að bíða og það var bara uppkastið á miðinni. Markadómar klárir. Sölvi á móti Jóa. SA vinnur uppkastið. Petir sækir á Orra. Filip setur hann djúpt. Þarna Flott pressa þarna hjá SR. Já. Þarna vill dómarinn meina að hann hafi sent með hendinni. Já, skóplaði hann svona áfram. Jói hristir hausinn, er ekki sammála því. Nei. En þá fáum við uppkast á næsta punkti við atvikið og það er bara miðju uppkast. Nei. Það vill breyta því og setja á annan stað. SA vinnur uppkastið. Atli yfir á Arnar. Það er æsing. Þetta fer svona hægt af stað aftur. Mikið af flautum, mikið af uppkastum núna í byrjun. Það er nú ekki bara 30 sekúndur búna núna. SA vann uppkastið en SR-reikarnir ná pökknum. Það er Stína pökkinum hana yfir milli lappana hans hann Ólafur. Bjarki finnur Styrmi. Styrmir fann Felix. SR að byggja upp hérna spil, hægt og rólega. Styrmir finnir Virkilega vel gert. Ólaðan í miðunni, hann er farin á stað. Ólafur með gott skot. Jakob vel á verði. Nálægt í að ná sín eigin frákasti þarna. Heldur betur og þarna bjóst maður hreinlega við sendingu yfir að Kára og Kári myndi bara jafna leikinn. Já, ég hef gert það líka. Kári er náttúrulega í banastuði núna. Heldur betur, sjóðheitur. Heiðar á móti Heiðari. Gulli með skot. Beitt í greiphanskan hjá Jakobi. Það var auðvelt fyrir Jakob að verja þetta og þetta gefur SA-mönnum svigrúm til þess að taka skiptingu, klára skiptinguna eftir æsingið. En það er þannig að það er æsing, þá má liðið sem að skaut pekkinum ekki skipta. Akkurat. Þeir eru örugglega hvíldinni fegnir núna. Heiðar vinnur þennan pökk. Það var Heiðar Gaut en ekki Heiðar Örn. Við erum reynd að koma hana. Markus var búinn að hlaði inn að neglu þarna en hittir hann ekki. Það er dómur. Þarna fáum við dóminn. Já. Ég held að Markus sé að fá 2 mínútur fyrir húking. Já. Sindri staðfestir það. Nei, Óli segja. Þá fær hann sér 2 mínútna pásu í skapakróknum. Þetta er fyrsti dómur leiksins. Nú eru
verður gaman að sjá hvernig hérna SA tekst til í yfirtölunni núna á powerplayinu. Þeir vinna uppkastið. Þeir eru búin að vera öflugir í yfirtölunni núna bæði í vetur og núna í rummunni. Vel spila. Finnur Andra sem reynir að finna Haffa þarna í miðjunni. Hann ætlaði að gunna að hlaða í eitt. Týndi paknum stundarsakir, fann hann aftur. Að prófa þær aftur. Gunni skautar hann niður. Reynir að finna samherja. Það er gott flæði hjá SM-unum, þeir eru að skipta um stöður og svona. En SR er ná að koma djúpt. Gunni fær hann. Reynir að finna Arnar þarna, Jói enda með hann. Hvað gerir Jói? Kemur Róbert með skot. Vel varið hjá Jóhann í marki SR. Mjög gott skot. Mínúta og 6 sekundur eftir af refsidómi SR. Já, núna eru ungu strákarnir komnir inn á. Þeir eru mjög efnilegir í þessu. Þetta er nú, hvað maður segja, þetta er allt einstaklingar undir 20. Nei, ekki alveg. Og SR nær að hreinsa. Atli hægir á þessu og Róbert pikkar upp pökkinn. Og þá fer hann á stað. Rosalega hraður þessi Róbert Hafberg. Ekkert smá, finnur Unnar aftur á Róbert. Atli með skot. Jóhann setur þetta bara í efra netið. Skóplaðanum hann frá. Tekur engar áhættur. SA gerir skiptingu. Reynslubottarnir kom inn á. 33 sekundur eftir. Það er nægur tími til þess að kokka upp mark núna. Við og við. Já, það virðist vera að Bjarki hafi farið aðeins og snemma af stað þarna og því fá þeir eina viðvörun. Og ef þeir fá aðra þá fá þeir 2 mínútna refsingu. En þeir sleppa við það og SA-ingarnir halda pekkinu vel. Haffi þarna reyna að finna samherja. Já. Reynir að finna samherja á staðnum sem hann átti að vera að standa á. Vel gert þetta hjá Jakob að koma höfnum í leik. Fann Haffa þarna en SA er ekki að nýta sér þetta. Það er Orri kominn á stað. Nú fer leikmaður SR að koma inn á. Refsidómurinn er búinn. Orri tekið niður þarna. Gunni gerir þetta vel. Þarna voru SR-ingarnir að kalla eftir 6 á ís en leikmaður SA var kominn með aðra á löppuna út af og þá er ekki 6 á ís. Smá barningur fyrir framann mark SR en Jóhann gerir vel í að frista. Róbert pressar vel í baráttu við Þorgils. Heldur þessum pekki mjög vel. Unnar heldur þessum inni. Það missar hann aðeins frá sér. Það gerir Axel, finnur Peter. Það var hann kominn á stað. Peter ótrúlegur. Axel reynir þarna skot framhjá. Þorgils heldur hann inni. Finnur Peter. Atli reynir að glíma við hann en... Vá, þetta var vel gert. Flott sending hérna hjá Peter fyrir markið. Axel setta rétt yfir. Það dettur Axel smá. Vá! Það er sendingunni. Það var gott skot hjá Kára. Jakob gerði vel í að verja.
flott pressa núna hjá SR-ingum. Ég get nú trú að Axel ekki droslega sáttur við þessu núna. Nei, heyrðu! Vá, þarna var dauðafæri. Atli heppinn þarna, gaf beint á Styrmi. Styrmir hittir ekki að markið. Já, Nú fer eitthvað að gerast held ég. Og býðu nú við! Vá! Jakob. Heyrðu, Heyrðu, hvað gerist þarna? Missir hann hjálminn, Ólafur missir hjálminn. Ég var að fylgjast með Jakobi dýfa sér á pökkinn. Já. Það hefur eitthvað gerst þarna hjá þeim. Hann stendur upp og virðist verið í lagi með hann. Kári Þulur kalla eftir stemningu í stúkunni. Stúkan aðeins að taka við sér. Það er nokkuð pressa núna frá SR-ingum. Ingvar og Heiðar vinna hana vel saman að ná pekkinum á þeim. Þessa gengur illa, býður nú við. Nei. Þarna er Unni Blöndal að fá 2 mínútur fyrir interference, sýndist mér. Ef ég kann dómarabókina rétt, þá er þetta interference, en ég er nú ekki dómari sjálf, svo ég veit ekki alveg hvað það er að segja. Nei. Jú, þannig fæ ég staðfestinga. Interference. Það ætti kannski bara að prófa að dæma þessa leiki. Hvernig væri það? Þetta. Já. Allavega þykist kunni þetta. Nú verður gaman að sjá SR-ingana í yfirtölu. Þeir hafa spilað yfirtöluna geysilega vel, en kannski ekki alveg náðu að nýta það nógu vel. Þeir hafa náðu að opnaðurinn úr allt hjá SA, en bara skort þetta lokatöts að ná að skora. Orri setur þennan bara djúpt. Matti eltir. Vel gert að Matta pressu á Filip. Já, hárrétt. Það er Axel komin á stað. Hann er búinn að hitta ekki að markið 3 svar. Það er spurning hvort hann reyni aftur. Nei, hann hættir við. Þetta er flott spil hérna hjá SR. Vá, flott skot hjá Axel, en yfir. Ég held að þetta sé 7. skoti hjá Axel sem fer yfir markið að framhjá. Flott spil hjá SR. Það fær hann aftur. Hvað gerir hann? Hann rosalegt brokk hjá Matta. Og hann fann fyrir þessu, maður sér það. Já, heldur betur. Sýndist hann fá þetta í magan. En áfram heldur aftur, vel gert. Núna er það Unnar sem blokkar, en pressan hjá SR heldur áfram. Unnar reynir að blokka þennan. Laus pökkur, býður nú við, markið losnaði. Markið losnaði þarna. Var heppinn með SR-ingum. Unnar var búinn að fá hana pökkinn og hann ætlaði náttúrulega bara að fara í eina átt. 1 á móti Filip. 42 sekúndur eftir. En gríðarlega flott spil hjá SR hérna í yfirtölunni. Það verður Mattias að fengið hérna pökk í hendina. Jó og Unnar eitthvað að ráða ráðum sínum, tóku stuttan fund. Orri gerir vel. Styrmir þræðir sinn í gegn og Jakob gerir vel. Herðu. Þetta var mjög flott hjá honum. Hann lætur þess að hann sé að fara að skjóta, fær Unnar til þess að krjúpa niður til þess að blokka. Slappar síðan bara fram hjá honum. Já, hann var heldur betur að fara að þræða sig þetta í gegn. En það er nú ekki svo auðvelt að þræða sig gegnum Jakob. Hann er búinn að standa sig helviti vel í kvöld. Hún hefur flottan leik. 23 sekúndur þangað til að Unni kemur inn á. Ólafur að stappa stálinn í sína menn. Kári með hann. Kemur hann niður á Styrmi.
Kári finnur Þorgils. Sem finnur Kára. Flott spil, Ólafur farin aftur og vel varið hjá Jakobi. Heiðar nær að hoppa í þennan pökk. Vá, vel gert. Þetta er ótrúlegt. Esringar eiga erfitt að finna ráðum við hvernig á koma bekkinu fram hjá Jakobi sem er að eiga stórleik í markinu. Þá eru 4 sekúndur í Unnar Blöndal. Það er Barningur, það er skot. Þetta bara komum næst í búin að speglunum og pökkur fyrir út af. Pökkur fyrir yfir. Rétt hæpar, rétt upp 7,5 mínúta, liðnar af þessari lotu. Pressan að aukast hjá S-eringum. Já, S-eringarnir þeir eru að leitast eftir jöfnun á markinu. Stúkan aðeins að taka við sér. Valur að Halldór að berjast um pökkinn. Halldór kemur hann inn á Unna. Hvað gerir Unni? Það setur hann djúpt. Birkir fyrstur í þennan pökk. Finnur Heiðar. Það er Heiðar. Heiðar að leita samherja. Finnur Atla sem heldur honum inni. Og skot. Unni vann nú ekki nálægt því að spegla þarna. Smá Barningur hérna upp við ramman. Þarna finnur Atli Unnar. Og Unnar. Hann setur hann upp í vinkilinn. Frábært mark. Þetta var gullfallegt. Atli finnur hann hana. Og Unnar klárar þetta gullfallega. Flott afgreiðsla hjá Unnari. Það virtist vera hann eins og hann ætlaði að gera eins og Jói í fyrsta leikluta að ætla að smeygja honum hana fram hjá honum en hann bara setur hann í vinkilinn. Þetta er Barningur. Þetta er Unna og Túma Atli. Flott sending hjá Atla. Listilega vel gert hjá Unnari. Það er spurning hvort að pappans hafi kennt honum þetta múf. Það er hann Unnar Hafberg. Nei. Unnar Hafberg. Filip finnur Heiðar. Heiðar finnur samherja, gengur ekki. S-eringarnir vinna hann, kom honum fyrir, finn ekki samherja. Jói Leifs to the rescue. Jói róar þetta niður. Smá sendingafeglar í augnablikinu hjá SA. Vel gert. Já, Atli finnur núna að Haffa. Haffi 1-3. Reynir að finna samherja. Já. Við nú við. Þarna fáum við 2 mínútur. Sá nú ekki alveg hvað gerðist en Ómar Söldursson að fá 2 mínútur dóm. Já, fær 2 mínútur fyrir checking to the head, sýndist mér. En rétt fyrir þetta var pökkurinn á skoppaðan á milli S-manna og það var komin smá hætti í þetta. Það voru ekki alveg að ná að finna kilverðinu, fundu frekar lappir. Akkurat. Þá eru reynslubottarnir komnir í yfirtölu. Það var hárrétt hjá þér Silvía. Hún var staðfest þetta. Checking to the head, 2 mínútur.
Gunni hótaði skotum hérna. Jói með skot. Reynar Jóhann að gerir þræða vel hann að inn. verja. Vá! Jói með gott skot. Verið að skefa Jóa allt og mikið tíma á pekkinum hérna. Gunni reynir að finna opnun en snýr við. Þeir eru að þræða sig í gegn. Unni með reynir gott skot og þarna var frákast. Þess að halda pressuna áfram. Haffi fær hann. Hvað gerir Haffi? Gunnar reyndi að finna undan á bakstönginni. Þeir halda áfram. Spila þetta rólega. Svakaleg pressa í augnablikinu frá SA. Og Gunni með skot og hökkur laus. Mjög vel varið hjá Jóhanni þarna. Unnar reynir svona pínu lúmskot þarna. Næseringar Sindis Axel blokka það. Orri og Atla. Atli reyndi þarna að finna Róbert sem var þarna á fjárstönginni. Það virðist vera opið hann á fjárstönginni. Þarna var Baltasar mjög nálægt í að ná pekkinum. 10 sekúndur eftir af refsidómnum. Unnar reynir að finna Atla þarna. Flott spil. Þetta virðist að vera uppleiki núna, að finna mannin á bakstönginni. Já. Unnar mjög sniður þarna, vissi að leikmaður var að koma að herðu. Vissar hann Ómar sem er nýkomur í refsibóksinu. Hann náði ekki að skjóta. Orri næra að trufla hann þarna. Vel gert hjá Orra að trufla þarna. Það er nefnilega alltaf hættan að þegar að leikmannur koma úr refsibóksinu að ef að liði vinnur pökkina þá er náttúrulega hægt bara að setja hann á og er komin í breakaway. Akkurat. Ómar óöppin þarna, bara náði ekki skotinu. Þarna reyndi Birkir að finna Unna. Fór rétt fram hjá honum. Kári kemur upp. Jakob stoppar pökkin. Kári fellur þarna við. Það liggur hann eftir. Nei, hann verður standa upp. Brosar þetta af sér. Styrmir að reyna að finna Birki og það er æsing. En powerplayið áðan hjá SA var feikilega gott. Ég heldur að það hafi verið allar 2 mínúturnar inn í sóknarsvæðinu. Já, það er nú hálf ótrúlegt að náðu ekki marki í þessu powerplayi en. Og stórt hrós á SR að halda þeim í skefjum, halda þetta út. Og eins og við komum inn á voru óöfnir að skora ekki þegar Ómar náði pökknum eftir að vera komin úr bóksinu. Orri gerði mjög vel þar og náði að trufla hann aðeins og hann misti pökkinn frá sér. Það var afar lítið en öll truflin í svona mómentum að skiptir sköpun. Heldur betur. Það verið Strikki og Bjössi eitthvað að vera að ræða við Óla dómara. Rétt rúmar 7 mínútur eftir að þessari lótu. SA leiðir 2-0. Filip gerir vel að ná pökknum. Reynir að finna samherja, finnur ekki. SA kemur þessu út. Birkir var þarna. Þannig að það var hann á leiðinni í skiptingu þegar pökkurinn ætlaðist honum. Reynir þarna ítla við Sölva. Lætur finna fyrir sér og dettur í leiðinni. Jói. Og Andri Mig líka. Það væri gaman að heyra hvað þeir eru að segja þarna. En skiljanlega þá eru þeir rosalega ósáttir með þetta. Þeir eru væntanlega ekki að ræða ákvörðun Seðlabankans sem að halda stýrivöxtum óbreyttum. Nei, ég held ekki.
En það samt örugglega jafn mikið hittamál og það sem þeir voru að ræða. Jú. Haffi staðinn upp en virðist vera sárkvalinn á Jói og Jói þeir íta hann út af. Já. Það smá dómaraþing hjá dómarunum, þeir eru að fara yfir þetta. Það virðist vera Jói sjúkraþjálfari hjá SA-ingum. Hann þurfa að vinna fyrir laununum sínum í kvöld. Það er bara mikið að gera hjá honum. Þá ræða þeir saman, já. Sæmi kominn. Er það ekki rétt hjá mér? Var ekki Sæmi aðaldómari í fyrsta leiknum? Jú, gott ef ekki. Já. Hann kom nú ný tilnefning á dómara fyrir 3. og 4. leikinn sem hægt að lesa inn á i.is. Það er bara hárrétt hjá þér. Sæmi og Óli, þeir voru aðaldómarar í fyrstu 2 leikunum. Já. Mér myndi það. Og núna í 3. og 4. leik, það verður það Óli og Sindri. Mér sýnist Axel Oregon vera að fá sturtudóm. Mér sýnist... Eða hvað? Mér sýnist Andri Mikael líka vera að fá dóm. Hann allavega skautaði í boxið. Já, hann lét nú finna helviti harkalega fyrir sig hana. Já, Axel fær 5 mínúta dóm fyrir tæklinguna á Haffa. Mér sýndist hann bara að fara með hendunar beint í hausinn á honum. Já. 5 mínútur fyrir charging. Andri og Þorgils, þeirra dómur fyrir ekki upp á töfluna, en þeir fara 2 mínútur. Og svo mun SA-ingar spila 5 á 4 í 5 mínútur, svo Þorgils og Andri þurfa að bíða eftir næsta flauti til þess að fá að koma inn á eftir 2 mínútur. Og Silvi, er það ekki rétt skilið hjá mér með dómi núna hjá Axel að þó svo að SA skori þá kemur hann ekki inn á? Hann þarf að sitja allar þessar 5 mínútur. Það er hárrétt. Þessi dómur getur ekki þurrkast út með marki. Nei. Svo núna getur SA sagt harkalega að SA-ringum og þeir geta skorað eins mörg og þeir vilja á 5 mínútum. Akkurat. Felix nær að koma þessu djúpt. Róbert tekur á rás. Hann bara fer með hann inn í svæðið og hægir síðan á þessu. Þeir reyna eitthvað gott spil. Hvort það sé eitthvað úr leikbókinni. Atli óöpinn hann haldur hann ekki inni. Hann veit ekki að manninum. Ólafur gerir vel, setti flotta pressu. Og heyrðu, Ólafur! Vel varið hjá Jakob. Ekki þarna, en vel varið hjá Jakob. Jakob fylgdi honum alla leið. Þarna vissi Atli ekki af Ólafi sem gerði vel í að vinna pökkinn og sækja markið. Það skaut Orri beint í bumbuna á Jóhanni. Og við fáum uppkast. Jói að láta vita að það vantar einn leikmann inn á þeim. Og Haffi, hann virðist hafa náð sér eftir höggi á hann. Við nú við. Þetta virðist Það er að endurtaka uppkastið. Dúi les yfir honum á meðan. Þá vinnur Jói pökkinn.
nær að finna Haffa en hann nær ekki halda honum inni. SR að gera mjög vel að verjast þessu. Gunni droppar niður á Jóa. Jói ætla bara að labba í gegnum þetta. Þarna Barningur. verður svo Óli heppinn að fá bara Jóa á sig. Þarna heldur leikmaður SR Jóa niðri. Leikmaður nummer 83 Philip. Þeir verðast bara ætla að taka smá kúr þarna í horninu og bara chilla smá. Þarna lítur það nú út hérna. Já. Philip örgulega hvíldinni fegin. Já. Það tekur á að vera manni færri í 5 mínútur. Það eru 3:09 eftir af refsidómnum hjá Axel. SR kemur þessum pakki djúpt og þá byrjar SA leikmenn uppspilið sitt sem virðist vera bara að Róbert tekur hann. Nei, hann missir hann. Styrmir gerir vel. Hvað gerir Styrmir? Styrmir reynir að þræða honum yfir púðan þarna. Vel gert hjá Styrmir, en Jakob sem fyrr vel vakandi í markinu. Já, þá reyna þær aftur. Nú kemur Arnar með hann. Arnar bara skilur hann eftir fyrir liðsfélaga sinn. Nú róa SA þetta niður. Unnar á Arnar, fær hann aftur. Já, hann setur hann! Glæsilega gert hjá Unnari. Þetta var sko kom upp úr engu. Unnar Ég held fær að hann á allir hafi blokkinn búist í sendingunni frá Unnari, en hann flóð bara í gott skot og skorar. setur hann á milli lappana á Jóhanni, sýndist mér. Þá er Unnar Rúnarsson kominn með 2 mörk. Alveg glæsilega gert hjá honum. Hann virðist vera í stuði í kvöld. Heldur betur. Sjáum hér endursýningu. Það fær hann þarna og bara Glæsilega gert hjá Unnari. setur hann þéttingsfast alveg við ísinn milli lappana á Jóhanni. Það eru rúmar 2 mínútur eftir að refsidómnum hjá Axel. Já. Það er spurning hvort að SA ætla að bæta við fleiri mörkum í þessari yfirtölu. Það virðist vera planið þeirra, þeir eru ekki hættir. Jói reynir að finna Una þarna. Þá fyrir Gunni á stað. Sendur að Jóa. Affi með hann. Finnur Gunna. Gunni róar þetta. Tekur skot. Vel gert hjá Jóhann að halda honum. Þá er 1,5 mínúta eftir að yfirtöluna að S-ringa fá Axel aftur inn á. Akkurat 3:10 eftir að þessari lotu. SA vinnur uppkastið. Arnar óheppinn nær að halda pakkinum innan. Baltasar með hann. Með 2 í sér. Finnur Unnar sem kemur honum á Atla.
Atli að þræða sig. Unnur með skotið. Náðu einhver kilfu í pökkinn. Það var Arnar farin á stað. En Ólafur gerir vel í að verjast þessu. Truflaðan hann vel. SA-ingun að kalla eftir dóm þarna. Fá hann ekki. Kári. Hann skorar. Glæsilega gert hjá Kára. Sýnir gæði sín þarna. Heldur betur. Á milli lappana á Jakob. Svona þetta fljótt að snúast við. Heldur betur. Þjálfarar SA voru að kalla eftir dómi. Á meðan að það að gera það, þá bara fær pökkinn, Kári pökkinn og skorar. Ekki flókið. Kannski smá sofandaháttur hjá SA sem missa pökkinn. Kári gerir mjög vel í að koma sér í gegn. Vinnur pökkinn þarna og hann bara farin af stað. Maður hélt að Baltasar væri búinn að trufla nóg en hann gerir þetta feikilega vel. Kári býði yfir ótrúlegum gæðum að það er erfitt að koma hann þarna á milli lappana á markmanninum og hann gera það með bakhundinni. Frábært mark hjá Kára. Og hann kemur SR inn í leikinn. Staðan orðin 3-1. Já. Það var nú sagt, það var fyrsta sinn sem ég heyrði þessi frægu orð, það var 10 ár síðan að erfiðasta staðan í hockeyleik er að vera 3 mörkum yfir. Akkurat. Þá ferðu að sofna og ert að reyna að finna einhver flott mörk og svona og þá gefur þú tækifæri til þess að fá svona mörk. Einmitt. Petri nær að vinna pökkinn af Ingvari. Pressar vel. Halldór hann gerir vel. Birkir reynir að finna Una. Pökkurinn hann endar á bekknum hjá SR. Þorkils gerði vel í að verjast þessu. Já, mjög góð kilva. 10 sekundur þangað til Axel kemur inn á. Hann munir líklegast koma inn á brjálaður. Það er nú ekki gaman að sitja í boxinu í 5 mínútur. Hann er búinn að fá góða kvild. Já, hann er verið einmanna. Hann er vonandi búinn að hugsa sinn gang og læra eitthvað af þessu. Flott pressa þarna hjá Ólafi. Jói kemst hann að framhjá. Haffi er kominn með honum og hvað gerir hann? Reynir að finna Haffa hann í slottinu en Pökkur rétt fer framhjá og Haffa. þarna var nú lúmst skot. Andri reynir að finna Haffa aftur. Þetta verðist vera hægt. Kaldur hérna með sendingu. Haffi finnur Andra sem finnur Orra. Orri kemur honum og Arnar. Setur hann í hjálminn hjá Jóhanni sýndist mér. Og núna er að SR varnarstað. Nei, Atli er mættur til að stoppa þetta. Mínúta eftir af þessari lotu. Atli er varnarstað. Reynir að finna Arnar. Bjarki tekur hann. Atli finnur Baltasar þarna. Baltasar reynir skot. Styrmir gerir vel í að trufla hann. Það er mjög góð kilva. Setur kilvuna svo skotið endar alveg mjög hátt yfir markinu. Þessi lota er nú búin að gefa margt, búin að vera mjög spennandi. Mjög spennandi. Það mátti reyna þetta. Það var spurning hvort að Gunni ætlaði að reyna svona bóaskot þar sem hann myndi enda inn í markinu. Fara yfir Jóhann Björgvin og... Ég held hann hafi viljað gefa Þóri Ljósmyndara minjagrip. Þetta fór beint að Þóri Ljósmyndara sem að þakka fyrir sig og mjög ánægð með þennan minjagrip. Já, Þóri þakka fyrir sig. Já, þetta er kannski skilaboð
frá Gunnar til Þóris að fá hann til að taka fleiri myndir af sér, ég veit það ekki. Já, það gæti verið. Axel með gott skot þarna, flokk segi. Gunni heldur bekkinn minni. 10 sekundur, þetta er að klárast. Hörð tækling þarna. Þarna virðist hann. Unnar með skot. Já. Mjög góð tækling á Haffa, hann virðist hafa meitt sig eitthvað. SR-leikmaðurinn, ég sé ekki alveg hver þetta er. Ætli þetta sé Sölvi, mér sýnist þetta að vera Sölvi. Sölvi, já. Sýnist það líka. 3-1 eftir 2 leikluta, seinasti leiklutin eftir. Ég held við fáum hörku lotu hérna. Já. Ef ég þekki spjaldi sitt og lesa eitthvað yfir sínum mönnum og vonast til að komi eitthvað betri gæði í næstu leiklutu. Heldur betur. Við ætlum að taka okkur smá pásu og komum í 3. leikluta.
Kjörstafir fyrir frjálsa, óháða Íslendinga. Jag älskar ishockey. Jag lubię hockey. We love hockey. I amo hockey. Мы любим хоккей. Я älskar hockey. Ich liebe hockey. Come play. Я добавила. Kommer vara med. En entrenar. Вы с нами. Займет. Vere med.
Já, verið velkomin aftur á þennan þriðja leik í úrslitum. Staðan er 3-1 fyrir SA eins og er og það eru 20 mínútur eftir að vonandi hágæða hokki. Akkurat þriðja lota að fara að hefjast. Ég sá auðvitað þarna, það var pekkjakast í gangi. Það er mjög skemmtilegt fyrir alla að kasta pekkjum og reyna að hitta sem næst miðunni og tala nú ekki um verðlaunin sem er í boði. Og þetta er allt til styrktar kvennalandsliðs í íshokkí sem er að fara til Andorra núna í byrjun apríl. Glæsileg kaffisala líka hjá stelpunum. Já, þær standa sig vel þarna stelpunar. Þannig að sjá að Sæmi er núna komin með kústinn. Hann er tekinn við að dúa. Já. Ætla að Sóley hafi ekki hringt í hann og beðið hann um að fara að sópa meira. Þetta er eins og í skaupinu frá 85. Það er ekki eftir neina að bíða en bíðið svo aðeins. Já. Kalli þulur að keyra stúkuna í gang fyrir seinustu lótuna. Já. Núna mun stúkan líklega láta heyra vel í sér. Enda er mikils til að missa. Sýnist að við séum að fara að hefja leik. Já. Núna er engu eftir að bíða og Óli hann mun droppa pekkinum. Jói vinnur þetta uppkast en hann fellur fyrir SR og þeir byrja núna uppspilið. Gunnar stoppar. Frábærlega gert þetta hjá Peter. Senda hann þetta blind fyrir markið. SR menn kannski full værikærir. Pabbi Sjötrondsjó. Næstu komin hann bara á bekkin hjá SR. Peter fær hérna. Vá, vel gert hjá Peter. Ég held hann alltaf að þræða hann inn en hann átti lúmskot sem að Jakob þurfti að gera vel í að verja. Það var vel útfæri svo. Það er nefnilega mjög erfitt fyrir markmennina þegar að hökkurinn breytinu stefni svona stuttu fyrir. En Jakob mjög vel staðsetur hann í markinu. Þá fáum við uppkast í sóknarsvæði SA. Unnar á móti Kára og Unnar hefur betur. Arnar reynir hann að lúmskot en þetta virtist vera helvíti auðvelt fyrir Jóhann að verja þetta. Arnar náði ekki jafn miklu kraft í þetta og hann vildi held ég. Nei, þar leiðandi var eiginlega ekkert frákast og Jóhann gerði vel í að frysta pökkinn. Pökkurinn fastur þarna. Robert reynir á nánum en Ólafur skeiðir hérna fram. Tekur Bjarkjan, skóplar honum inn. Kári að setja pressu á Robert sem kemur honum á Arnar. Arnar nær að plata Styrmið þarna og Styrmið steinliggur í rammann. Já, þetta var held ég hárrétt. Ég held að Heiðar hafi verið kominn aðeins yfir. Já.
misreikna skaut hérna hjá Arnar aðeins. Jóhann stoppar pökkinn fyrir aftan markið og Jonathan pikkar hann upp en að senda með pökkinn. Heiðar yfir á Halldór og Halldór reynir að finna löngu sendinguna og gerir það. Flott þarna hjá Ingvar að renna framlegginn á Birki. Já. Það er nú eftir að segja að Ingvar er ekki fæddur í gær. Nei. Nú veitum ég ekki nú alveg hvað hann er gamall en ég hef nú heyrt að strákarnir kalla nú oft risaðilu. Ég geti ímyndað mér að Ingvar að þegar hann er að gera svona að þá er hann búinn að reikna dæmið alveg út til enda. Enda er hann alltaf starffræðikennari. Akkurat. Heyrðu. Þarna var unnið mjög nálægt í að finna Heiðar. Og byrjum við. Og SR er að fá dóm. Birkir var tekinn hana niður þegar hann var að fara inn á. Og Heiðar Örn Kristbergsson, hann er á leiðinni í smá kælingu. Hann fær að dúsa í skammakróknum í 2 mínútur. Fyrir hvað er ég nú ekki alveg viss. Það er interference. Interference. Það kemur nú 5 mínútur dómur upp á töfluna. Ég veit ekki hvort það sé rétt. Og Heiðar er náttúrulega ekki númer 10 heldur. Jú, hann er númer 10. Er hann númer 10? Já. Já, það er rétt. Já, þannig kemur þetta 2 mínútur. Nú verður fróðilegt að sjá hvort að SN er að nýta þessa yfirtölu eða hvort að SR, hvort þeir halda áfram að verjast svona vel. Já. En það tekur á að vera, já. Þarna munar hann ekki miklu að Þorgils kæmist á skrið. Nei, hann virðist vera ósáttur með að hafa mist hann aðeins frá sér þarna. Hann nær að stela sendingunni. Jói gerir vel og heldur bara í pökkinn. Unir er að finna andra þarna. Gunni biður pökkinn, fær hann frá Haffa. Þeir eru duglega að skipta það. Svæði, hvað gerir hann? Hann á skot. Beint í gripaðskan hjá Jóhanni Björgvin. Ein og 9 eftir af refsidómi SR. Það virðist vera, hvað er þetta, hálslíf? Eða eitthvað. Ljósmyndararnir fá þarna minjagrip. Essa vinnur uppkastið, en Ólafur gerir vel, vinnur pökkinn. Hann var næstum búinn að þræða þetta í gegn. Góður varnarleikur hana hjá Arnari, hann nær að, er virðast reyna að fara í gegnum klofið á honum, en það er ekki ennþá búið að virka hjá þeim. Róbert pikkar upp pökkinn, hann er farin á stað, hann er rosalega snöggur. Leitar að samherja. Og Kári gerir vel, stelur honum og hvað gerir Kári? Herðu, það er dómur. Já. Það er dómur. Róbert brýtur að ná Kára til að stoppa hann. Já. SR-ingarnir eru að kalla eftir víti. Það er spurning hvað dómarinn er ákveða, en þetta var hann nánast búinn að þvega sig í gegn. Akkurat. Það er spurning hvort þeir taki smá dómaraþing. Já. Já, mér sýnist þið að ræða þetta saman. Og ef það er dæma víti, þá fær Róbert Hafberg ekki 2 mínútur. Heldur það bara víti og búið. Það virðist vera að SA eru að sofna núna í powerplaynu. Já. Þeir eru að missa pökkinn frá sér og SR-ingarnir eru að koma svona einir í gegn. Það má sjá að Kári er alls ekki sáttur við þessu ákvörðun hjá þeim. Nei, ég get skilið það vel. Hann var mjög ákvæmdanlegt færi. Róbert fær 2 mínútur dóm, holding the stick. Það verður að spila 4 á 4 í 31 sekúndu, þannig til að Heiðar kemur inn á aftur fyrir SR. Já.
Laust pökkur fyrir fram á markið. Og Vel gert Jói þess að nær að herða pikka hann þetta. upp og hann þá farin af stað. Labbar í miðuna, skilur Vel eftir Gunna og Gunni skýtur. Frábær vörn hjá SR. Þá eru SR líka að fara af stað. 2-1. Peter, hvað gerir hann? Þarna voru skallurnar á hælum. Rosalega góð markværsla hjá Jakobi. Jói er komin inn í gegn núna. Hvað gerir Jói? Hann skorar! Hann Frábært mark hjá Jóa. fagnar þessu innilega. Stúkan tekur heldur betur vel við sér. Þetta er gullfallegt. Svona er þetta fljótt að breytast. Það var dauðafæri fyrir SR-inga. Jói nær bekkinum og hann bara ressar þeim. Sjáum þetta hérna aftur. Og heyrum kalla Jói, Jói, Jói í stúkunni, já. Þetta fáránlega vel. Ískaldur Gíðarsson svo. Setur hann bara yfir Jóhann Björgvin. Já, það má segja að Jói sé líklegast að springa úr sjálfstrausti núna og það er einmitt það sem leikmenn vilja vera að gera. Kári við sýndum sem ætla að reyna að missa ykkur annað en næri ekki pekkinum upp á kylfuna. Stúkan að taka vel við sér eftir þetta marka Jóa. Þetta er kröftið bylta. Styrmir og inni. Essa spilar það einum færri í 50 sekundur í viðbót. Spurning hvað SR gerir, hvort að þeir ná að nýta sér. Hvað er að gerast hér? Uni vinnur pökkinana af Jóhanni Björgvin. Reynir. Það er dómur. Já, það er dómur. Dómur á Halldór. Hann fer þarna í skautalínuna hjá Ómari og hindrar hann til þess að ná pekkinum. Já, þetta er klaufalegt. Nú verða SR að spila 5-3 í 26 sekundur. Það gæti reynst stílkeift. Og svo er alltaf erfitt að í raun og veru fá dóm ofan í annan dóm. Já, það er það. Stór ákvörðun. Andri biður fund. Þeir verðast ekkert alveg að skilja þessu ákvörðun hjá þeim, en á meðan eru leikmenn SR að taka stund af fundin á föllinu. Þeir eru að nýta þessar 26 sekundur vel. Gunni er líklegast að segja þeim að henda sig bara fyrir öll skotin þeirra. SR mun að reyna að skjóta bara núna. Stúkan að taka vel við sér. Uppkast sem að Jói vinnur og Orri, hann sendir bara á Peter. Og þá spila SR-ingar yfirvega. Smá hik hérna hjá Peter, kemur ekki að sök. Það one-timer sem er framhjá og yfir sýndist mér. Það er kannski planið að bara senda ný one-timer hjá honum. En hann skaut einmitt sama stað á þann. Nú kemur Robert inn á. Hann er að trufla. Skot sem að lendi í vörninni. Og Jói aftur! Jói kominn í gegn. Það er honum, nei. Feikilega vel gert hjá Jóhann að koma út. Jóhann hikaði þarna, hann var ekki viss hvort hann myndi ná pekkinum. Hann finnur Axel með skot, það er laust pökkur. En Jakob gerir vel að verja á fristan. Mjög vel gert hjá Jakobi. Það er alveg rosalega gott hokki sem við erum að sjá núna. Þetta er mjög fram og tilbaka og eftir hverju einustu sókn kemur bara önnur sókn. End-to-end stuff. 1:12 eftir af refsidómi Halldórs. Þetta segir Dúi Matthías aðeins að bíða. SR-menn grimmir hérna. Ná að hreinsa út úr svæðinu.
Matti kominn í pressuna. Heiðar að pressa á Kára. Kári gerir vel. Kári sendir bara gegnum ramman. Vel gert hjá SA ná að hreinsa og þeir fá skiptingu. 45 sekundur eftir að refsidómi SA. Ekki rétt og þarna nær Uni og Unnar að vinna pökkinn saman. Vel gert hjá Unnar, róa þetta bara niður. Og endar að fá pökkinn. Já, Nei. Óöppin Uni þarna. Komum aftur djúpt. Fá skiptingu. Þá Filip farin á stað, reynir að finna Kára en Kári rétt missir af pökkinum. Styrmir hann næstu ykkur að taka hann. Pétur með lúmskot sem endar í Og Kári með skot. leikmanni og pökkurinn er laus hana. Pökkurinn er laus. Hörð barátta fyrir fram á Orri markið. nær að bótunum í burtu. Bæði liðleikur núna fullskipuð. Jói með Petur með frábært skot og þarna sýndist mér Bjarkinn á speklan og býður nú við. Já. Rangstæða. Það er Kári, hann tók utan um pökkinn og fær dæmt handpass. Eða, hvað er það í íslensku? Sending með höndinni. S er að spila virkilega vel núna. Það eru gráðlega nálægt í að skora. En pökkurinn bara vill ekki inn í gegnum Jakob. Sammála því, gráðlega nálægt því að skora. Þá er Róbert Hafberg farin á stað. Hann skora! Frábærlega gert! Þarna þekkjum við Róbert. Sitti gríðarlega yfirvegun þarna. Já. Tók sinn tíma. Drengurinn, hann er svo hraður. Hann bara skautar, tekur pökkinn á honum og klárar þetta í gegnum klofið á Jóhanni. Þetta er ekki lokið. Og þetta nánast kom upp úr engu. Já. Feikilega vel gert hjá honum. Bíðum eftir endursýningunni, sjáum hann hér. Já. Og fer bara úr úrkastinu, vinnur pökkinn og hann er bara hraðari. Það er bara þannig. Glæsilega gert hjá honum. Hann býr yfir svo ótrúlega miklu sprengikraft þessi strákur. Staðan orðin 5-1, 12:20 eftir. Baðvörðurinn, ha? Baðvörðurinn Róbert. Það getur ýmislegt gerst á 12 mínútum. Það getur það, sérstaklega í úrslitahokki. Matti vinnur pökkinn. Andri með hann. Ormur skýtur bara í. Gabriel varðist þarna vel, náðu að blokka þetta. Ævar fær pökkinn og hann fær bara andra skúla framan á sig. Nú gætum við séð smá barning og læti. Já. Kominn hiti. Ævar setur þetta djúpt. Ormur róar þetta niður. SA skiptir á meðan. Þeir taka hérna stjórnað uppspil og hann finnur Jóa í miðjunni. Þarna vildi einhverju fá dóm en Sæmi var ofan í þessu. Jói fær smá byltu þarna. Tekur smá sprett. Og þá reynar aftur að finna Jóa. Hann finnur Jóa. Jói komur í gegn. Jói, hvað er þrennan? Nei. Það hittir rétt framhjá. Virkilega vel gert. Mér sýndist hérna Jóhann á að verja. Axel náði að trufla Jóa aðeins þarna. Já, gerði mjög vel. Það er spurning hvort að Jói ætlar að reyna að ná í þrennuna aftur í kvöld. Heldur betur. Smá barningur hérna fyrir framann. Leggst hann bara ofan á hann. Affi og Filip. Setur löppuna yfir hausinn á honum og Affi reynir bara að hlæra þessu. Hann bara brosir, það þýðir ekkert annað. Það veit alveg að hann er búinn að ná að pirra þá og þá bara hlæra hann. Mér sýnist SR vera að skipta markmann.
Jóhann Björgvin, hann víkur marki og inn kemur Atli Snær Valdimarsson. Ég get nú ekki sagt að þetta sé ykkur slæm skipti þar sem Atli er líka gríðarlega góður markmaður. Þeir mjög öflugir markmenn hjá SR. Já, það eru það. Það var spurning hvort að eftir 5. marki að Jóhann hefur bara fengið nóg. Þannig að fyrir Daniel Kólar að klappa hann með aðeins á baki, hausinu, áfram Gakk. Næsta skipting. Akkurat, það er eina sem gildir, áfram Gakk. Já. Róbert reynir að finna Arnar þarna en SR truflar þetta. Og Arnar bara kemur með svona lufsuskot inn á markið. Þarna var Ólafur ekki alveg með á nótunum, vissi ekki að bökkurinn var að berast til sín. Kári gerir vel í að pressa, þarna var engin samherji. Arnar rétt missi Baltasar af pekkinum. Fílip gerir vel hér. Dettur fyrir Ólafur, hvað gera hann? Gott skot sem að Jakob þakkar bara fyrir sig, þetta lætur hann líta mjög vel út. Réttur rúmar 10 mínútur eftir, staðan er 5-1 fyrir SA. Mikið rétt. Og ef að leikurinn endar svona, þá er SA komið 2-1 yfir í þessu úrslitaeinvígi. En eins og ég sagði, það getur allt gerst. 10 mínútur er mjög langur tími. Heldur betur, það er langur tími í íshokkí. Það getur ýmislegt gerst. Það tekur nú bara aðeins 7 sekundur eitthvað að skora mark frá miðjum, svo það getur allt gerst. Skrautleg tækling hjá Birki og býður nú, herðu. Hann fær smá knús tilbaka. Já, bekkurinn hjá SR ekki kátur með þetta. Nei, Pétur fer þarna og mér sýnist Birkir vera að fá dóm. Mikið rétt. Spurning fyrir hvað? Mikki Ísker, interference? Nei, charging eða roughing eða á eða eitthvað. Hann fer þarna á blindu hliðina hjá leikmanni SR og hann sá henni ekki koma. Bording. Næstu bara við. Það var það staðfest. Birkir fær 2 mínútur fyrir Bording. Það verður áhugavert að sjá hvort að SR-inn er að nýta sér þessa yfirtölu. Já. Já, að spila feikilega vel í þessari seríu í yfirtölun en bara vanta að reka smiðsökið en á að skora. Ég held að það myndi breyta leiknum gríðarlega að þeir myndi fá 1 mark núna. Heldur betur. Reyna í sendingunni yfir Axel, en hökkurinn, hann hnuplast smá. Orri með góða kilvu þarna, missar hann í leiðinni. Pétur bara með skot. Einn slappar af bláu. Ekki myndi ég vilja að fá þessi skot í mig, þetta virðist vera bara á 300 km hraða. Og hann virðist hafa svo lítið fyrir þessu, þetta er svo áreynslulaust hjá Pétur. Já. Ótrúlega öflugur leikmaður. Þeir reyna þetta öll aftur. Býðum við. SA af aðvörun eða hvað? Já, mér sýnist það. Þetta Ingvar hafi verið, tók þjóðstart þetta. Þetta endar... Filip fær hann, kemur hann Axel. Uni gerir vel að pressa á hann. Axel gerir vel. Finnur Pétur. Pétur og Filip. Filip með skot. Rétt framhjá. Þung pressa hjá SR-ingum. Já. Það rétt fer framhjá SR-strákunum. En Bjarki endar með pökkinn, Finnur. Filip.
Filip leita samherja, finnur ekki góð Halldór kilva í með hann. Halldóri og Halldór setur hann bara djúpt. Halldór nær að hreinsa ákomast, geta þessa skipt. Atli setur hann bara aftur á Peter. Þetta er búið að vera löng törn hjá Peter núna. Já, hann virðist vera þreyttur kallinn. Hann er líka fer bara í skiptingu. Já. Heiðar endar með pökki núna. 30 sekundur eftir af refsidóm SA. Það er rangstað. Það er rangstað. Þá fara Æsar á stað. Gunni fleygir sig fyrir þetta, hann hélt hann ætlaði að skjóta. Og það er bara farnir á stað, Gunni er með honum. Hvað gerir Unni? Hann ætlar að setja hann á Gunnan. Gunni fær hann í lappunar. Smá mískilningur hérna þeirra á milli. Já. Kári þræðir sig upp. Hvað gerir Kári með skotið? Hliðarnetið. Birkir gerir vel. Þarna var Unni nálægt í að stela honum. Ná að hreinsa og Unni komur í gegn. Hvað gerir Unni? Vá! Váinn út! Hann vill meina að þetta hafi verið inni. Við nú við. Nei! Já! Þeir eru að gefa markið. Dæmir. Markadómarinn segir að þetta hafi verið inni. Markadómarinn flautaði. Kári, hann er alls ekki sáttur. Hann er ósammála. Við fáum að sjá þetta aftur. Já. En það kom strax ljósið frá markadómarunum. Já. Það er náttúrulega erfitt að sjá þetta en þeir eiga að vera með bestu útsýn á þessu. Já, hann. Markadómarinn hann lýsir dóm. Já. Sindri, hann er búinn að dæma mark og þá er það ekki tekið tilbaka. Og Unni Blöndal kominn á blað. Glæsilegt markið Unna. Þetta sá maður strax, það kom strax ljós frá dómarunum og Unni var handviss. Já. Staðan var orðin 6-1, 7:16 eftir á leiknum. Þessi leikur er búinn að spilast allt öðru eins og heldur en hinnur tveir leikinir. Þeir voru, muna einu marki á milli í leikunum. Já. Það er spurning hvort að rútuferðin hafi farið illa með S-ringana. Það voru alltaf lengur í rútunni heldur en þeir líklegast vildu. Já, þetta var löng og strembur ferð. Já. En það eru viðguðinir ekkert rosalega góðir við okkur núna en við getum ekki breytt því. Það var Ævar kominn á stað. Hann missir pökkinn. Bjarmi fljóti tilbaka. Andri nálægt í að missa pökkinn, hann er yfirvegaður. Já, Ævar kemur aftur þarna. Já. Bjarmi hlær bara að þessu. Já. Hann vissi alveg að hann var að fara að fá dómana. Maður sá alveg að þeir voru búin að vera að kýtast hann undan. Þá fær Ævar sér kælingu. Smá vatnssopa kannski í boxinu. Það er svo fyndið, þetta er eina íþróttin þegar þú gerir eitthvað að þér að þú þarf að setjast inn í einhvern lítinn kassa og skammast því. Já. Og bara bíða fólk til að, já. Settur í skammagrákinn. Já. Dómurinn yfir hann og staðfestur, 2 mínútur fyrir elbowing. Það var flott sending hjá Gunnar.
Haffi með flott skot. allan tíman í heiminum þarna til þess að varði ákvæða. gríðarlega vel. Já, gerði það. Beið bara rólegur. Heyrðu, og þá fær SR-ingar annað brot. Mér sýnist Markus vera að fara að fá dóm fyrir tripping. Já. Það að færast smá hiti hérna í menn. Þetta var líklegast ekki það sem þeir vildu núna, að vera 5 mörkum undir og 2 mönnum færri segja. Markus að fá dóm. Þannig að þetta verður 5-3. Og SR þeir taka leikli. Það sé Daniel, hann stendur þarna alls ekki sáttur. Það virðist vera að Hákon Martin fekk ekki skilaboð með dresskoti að þeir væri í úlpum með derhúi. Og hann hefur líklegast misskilið það að það eru SA-leikmenn sem eru í jakkafötum og vel dressaðir. Já. Ef að Rikki var nú í jakkafötum áðan en það virðist vera kalt og hann kominn í úlpuna. Gæti verið happa úlpan hans. Já, það gæti verið. Nú er komin á þeim stað og var áðan, þá var SR að spila 5-3 og núna er SA að fara að spila 5-3. Já, þeir fá 1,5 mínútu til þess að galdra eitthvað fallegt fyrir okkur. Og báðir þjálfarar líklegast að velja vel valin orð til leikmannanna, segja hvað er að gera og vonandi bara virka það fyrir báða. SR vinnur uppkastið. Kári gerir vel þarna. Atli heldur fekkinn minni. Atli finnur... Frábært spil hjá SA. Þetta var rosalega flott spil. Þetta var bara tic-tac-toe. Ein sending, önnur sending, þriðja sending og mark. Róbert skora sitt annað mark. Spurning hvort að þetta var eitthvað sem að Rikki hafi teiknað upp fyrir það. Þetta virtist vera svo ótrúlega auðvelt fyrir það. Það getur verið auðvelt þegar maður er að spila 5-3. Já, það var mikið pláss og mikið tími með pökkinn. Sjáum þetta hérna aftur. Sending, bam, búm. Þetta er ekki flókið. Alveg ótrúlega flott mark. Staðan orðin 7-1. Það er ekki rétt að Róbert er líka komið 2. Hann er komið 2. Róbert með 2, Jói með 2, Unnar með 2. Og svo Uni með 1. Uni með 1. Þá verðist... Og við spilum 5-4 núna. Já. 1,5 eftir að dómnum hjá Markusi. Þetta er Haffi tekinn niður á bakið. Hann stendur upp. Jakob kemur hann og Jóa. Andra. Andri mun bara róa þetta held ég. Nei. Reynar að finna unnaðan í slottinu. Jói heldur þessu inni. Vel gert hjá honum. Það virðist vera að hafa verið í bottanum í den. Það er bara að labba í gegnum og finna... Og Gunni frábær markvarsla þarna. Vá! Eigum við að ræða þessa vörslu eða sæll. Ég held að hann væri að fara að leika hana inn í gegnum hann en... Ég held að frábær varsla hjá alla. Gunni hann bara fer á hrósarunum fyrir þetta. Það er ekki annað hægt. Nei. Þeir voru nánast búin að spila sig í gegnum alla. Atli gerir mjög vel hann í markinu. Andri reynir skot sem Axel blokkar með kylfunni. Þeir eru rólegir. Matti upp á Andra. Andri missir aðeins bökkinn en það býtur ekki á. Bjarki gerir vel í að verjast. Já.
Matti reynir bara að labba sig aðeins í gegn. 20 sekúndur eftir. Það er mjög vel gert yfirvöður á... Þetta var góð hugmynd, hann ætlar að reyna að finna Orm þarna. Já. En SR-ingar ná að trufla sendinguna. Gera vel. Það eru 5 sekúndur í Markus. Andri hann bara róar þetta. Fær skiptingu og þeir bara róa þetta niður. Ingvar á Heiðar. Heiðar setur hann djúpt. Menn gefa ekkert eftir þó svo staðan sé 7-1. Nei. Það er æsing. Benedikt finnur ekki liðsfélag þarna og hann setur hann í æsingu. Þá eru reynsluboltarnir komnir inn á. Filip gerir vel, heldur bara í pökkinn. Róar þetta niður. Ómar hótar að taka hann, skilur hann eftir. Þeir reyna að finna Haffa. Haffi yfir á Jóa, Jói aftur. Og rétt framhjá. Þarna virðist Jói vera óeigingjörn og reynir bara að finna Haffa þarna. Já. Rétt framhjá, stríkur stöngina. Á pökkunum fer út af. Það er áfram barningur. Andri vinnur pökkinn. Sendir hann á Andra. Ormur hótar skotinu yfir að Bjarma. Bjarmi reynir að finna Andra. Það er mjög flott. Gulli reynir að finna Pétur. Það er líklega bara beitt af æfingarsvæðinu. Já. Já, rangstæða. Það er 41 eftir, staðan 7-1 fyrir SA. Atti hann skýtur bara í Jonathan Tóma. Baltasar dettur þarna en hann einhvern veginn heldur í pökkinum. Róbert reyndi að finna samherja. Atli róar þetta niður. Gefur liðsfélaginu sínum tíma til þess að fara í uppstilt breakout. Það er Róbert, hvað gerir hann? Róbert Hann er líka í þrennuleit. Já. Skýtur hann fram hjá markinu. Þrætti sendi gegn á skemmtilegan máta. Ormur heldur að minna og finnur Unnar. Unnar líka í þrennuleit. Ormur með skot. Já. Og Atli gerir vel í að frista. Virtist Benedikt bara grípa pökkinn þarna og Ómar knúsar Orm. Og ítir hann hugburtu. Væntanlega að fara þarna yfir ákvörðun Seðlabankans með stýrivextina. Það virðist vera, enda er það hittamál. Það er hittamál. Ég hef aldrei skilað af hverju ekki dómur þegar að leikmenn svona taka harkalega utan á hvort annan eftir hluti. Akkurat. Því ef það verið tekið af því þá myndi það náttúrulega aldrei gerast. Nei, í svona miklu mæli.
Flott pressa hjá Matthías Matta. klókur þarna, vinnur pökkinn, heldur honum að finna Bjarma. Og Matti, og nálægt í að Barningur koma fyrir hann framan inn. tegin. Atli misti kilvuna, kom með hann aftur. Matti óöppinn að setja hann ekki þarna. Já, hann er búinn að standa sig gríðarlega vel og núna er Axel Axel komin í varði. sókn. Hvað gerir hann? Setur hann framhjá. Andri náði að trufla hann. Axel gríðarlega ósáttur við sig hér núna held ég. Mínúta eftir að leiknum. Andri yfir Styrmir gerði vel hérna að pressa. Unni finnur Birki og Haukur, hann lætur finna fyrir sér. Ólafur skeiðir henni upp, reynir að finna samherja. Nær skotinu. Vá, virkilega flott markvarsla hjá Jakobi. Hann er búinn að eiga gríðarlega flottan leik hér í dag. Já, hann er búinn að vera rosalega flottur í leiknum. Það er bara, SR-ingar eru búinn að fá rosalega góð færi, en Jakob hann virðist bara búinn að setja í lás í kvöld. SR-ingarnir unnið þetta uppkastið. Bergþór Bjarmi fær þarna smá byltu. Spurninga Kári og hann. Andri dömpar hann bara. Þetta er að fjara út. 10 sekúndur eftir. Flott að sjá þrátt fyrir stöðuna, þá eru SR-ingar ekki búin að gefast upp. Nei. Þeir reyna ennþá. Þá er leikur unninn og Bjarmi hlær. Það er bara svoleiðis, það er ekkert meira pirrandi. Essa sigrar SR 7-1 og leiðir þá í einvíginu 2-1. Já. Næsti leikur verður á þriðjudaginn. Þar má búast við gríðarlega spennandi leik. Heldur betur. Þá náttúrulega hefur það þakka vel fyrir sig. Já. SA á möguleika þá að vinna Íslandsmeistaratitilinn á þriðjudaginn og SR, þeir þurfa að verja titilinn og ná í sigur ef þeir vilja halda áfram. Til að knýja fram oddaleik. Já. Þetta væri þetta skemmtilegast. Þetta er svona skemmtilegt hokki að maður vill bara meira. Að sjálfsögðu, það kemur ekkert óvart að við myndum hreinlega að fá oddaleik hér á Akureyri á 50dag og skírdag. Hreinan úrslitaleik. En við hvetjum að sjálfsögðu fólk til þess að fjölmenna í Laugardalinn á þriðjudaginn. Og fyrir þá sem komast ekki þá verður leikurinn að sjálfsögðu sýndur. Og gott að það verði ekki lýsendur úr efstu hillu, þeir Helgi Páll og Viðar. Jú, ætli það ekki. En Silvía, við þökkum bara kærlega fyrir okkur. Já, við gerum það. Takk kærlega fyrir mig. Eiríkur Þórðarsson, hann stjórnaði útsendingu og Gauti Gretarsson á myndavélinni. Við þökkum fyrir okkur, verið þið sæl. Verið þið sæl. Takk ekki að.